Já, þá eru stelpurnar búin að jafna sig á svekkelsinu í bikarnum. Já, það var bara grafið á staðnum. Við vorum ekkert að taka það með okkur lengra. Deildin okkar númer 1, 2 og 3 og bikarinn bónus og þetta hefur rosalega gaman að komast í höllina og mér fannst alveg eiga það skilið. Svo sem alveg eins og Valur og við grófum þetta bara á staðnum og allir fókus á deildina á það. 13 marka sigur, þetta var aldrei hættu? Nei, þetta var aldrei hættu. Bara, þú veist, við skorum einhver 5-6 mörk á fyrstu 4 mínútunum og það bara, fannst mér þetta bara komið líka við, sko. En flott hjá stelpunum, 100% allir leiki, ég legði mikið upp á því að myndum klára leikin almennilega. Þetta komum kaplar sem við duttum aðeins niður, en ég meina ég er að spila á öllum 14, það alla 14 að spila heilmikið í dag, sem er bara mjög jákvætt og mikið verið rótira sem oft svona dreipur taktinn á liðum og það er kannski erfitt að halda fókus en mjög flott hjá stelpunum í dag. Virtist vera svona á fullu gas allan tíma þó að varu þarna stelpur sem að hafa kannski minni mínútu fengið í vetur? Já, klálega og við náttúrulega fáum ekki oft svona leiki þar sem að við getum leyft okkur rótira og leyft okkur aðeins svona að prófa nýja hluti og annað þannig að þetta var svona kannski pínu nýtt fyrir okkur og mér var stelpunum að klára það mjög vel. Er nokkur hætt á því að Fylkir fari ekki í úrslitakeppnina? Þetta lítur ágætlega út, ég viðurkenni það og við erum með núna 17 stig eitthvað, ég held að séum 4 stiga forskot allan á Selfoss og samkvæmt mínum kokkabókum þá þarf Selfoss að fara upp fyrir okkur stigum, 10 stig í pottinum. Þetta alltaf lítur ágætlega út, ég neita það ekki, en það er líka nóg eftir og við erum kannski, ég má geta alveg viðurkennt það og okkur langar svolítið að horfa líka ofar bara, ekki endilega kannski að koma okkur inn, þetta er að ná okkur ágætt seti. Búið ganga betur undanfarið heldur en svona þú bjóst við? Fyrir utan þessa bikarvantarins? Nei, já, ég meina, þú veist, við kannski erfitt að búast við sigri í Vestmannaeyjum en við vissum alltaf að við getum veitt þessu liðum hörku samkeppni, sko. En að vinna í Eyjum var náttúrulega mikið afrek og ná jafntefli undir Gróttu sem er og spila best í vetur, þannig að jú, búið ganga mjög vel en við erum bara hungraðar, við erum bara að vilja meira og við erum mjög græðir í að gera meira og vilja meira. Það er bara. Mannskapurinn sem hefur kannski tekið eftir í vetur ekki mikið meiðsli á liðinu, þannig lagað? Ég hef ekki talað mikið það. Ætlaði að fara að telja upp fyrir þig? Nei, ekki að það er langur listi. Er það svoleiðis eða? Við missum Auði í krossbönd í haust, við missum Hildikarinn í krossbönd, við missum Örnu í krossbönd. Þetta eru 3 byrjunarliðsleikmenn í krossbönd. Díana er búin að vera meidd núna í 3-4 mánuði og vonandi fer að koma inn sem allra fyrst. Við missum 2 leikmenn í nám sem ákvað að leggja á skónahilluna í nám, þannig að ég bara ekkert verið að flagga mikið og ég er svona, þú spurðir. Já, þú verður ekki talað mikið það allavega í vetur. Ég meina, þú veist, þetta er bara hluti af þessu, það missa öll leikmenn í meiðsli og annað en svo spurning hvernig þú spilar út úr því, hvort þú ætlar að vera að væla það í fjölmiðlum endalaust eða bara halda þig fyrir þig og spila því sem þú hefur, það er svona mismunandi taktík sem þjálfari hafa. En já, mannskapurinn hefur tæklað þetta vel? Já, mjög vel og margar ungar stelpur að koma flottar inn og með Diljá í dag sem er 97 modell er að koma inn á miðjuna og Halldóra Björk sem er 97 modell koma inn í hornið í 20 mínútur og þú veist, við erum með markmann á bekknum sem er 98 modell, við erum bara að spila á þessum ungu stelpum og þótt að Fylkir sé komið aðeins og verið töfluna heldur en fyrir 1-2 árum þá breytum við ekki því sem við erum búin að gera. Við erum að gefa ungu leikmönnum tækifæri og við erum að spila á okkar stelpum og við hikkum ekkert við það.